Komið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins sem samofin 80 ára sögu lýðveldisins. Við fáum til okkar góða gesti sem allir hafa átt sinn þátt í þessari löngu og merku sögu og ræðum við þá þeirra þáttöku í starfi Sjálfstæðisflokksins. Ég heiti Guðný Halldórsdóttir og gestur minn á þessu sinni Kjartan Gunnarsson. Kjartan starfaði sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í 26 ár frá árinu 1980 til 2006 og hefur því frá mörgu að segja. Vertu velkomin Kjartan. Takk fyrir það. Og takk fyrir að vera með okkur. Já, bara gaman að koma. Það alltaf gaman að vera ykkur starf vettvangi Sjálfstæðisflokksins. Getum við byrja að tala bara þegar þú kemur inn sem framkvæmdastjóri árið 1980. Já. Hvernig var stjórnmálaástandi þá? Það var nú svolítið skrítið. Þá var varaformaður Sjálfstæðisflokksins, forsætisráðherra, en Sjálfstæðisflokkurinn var í stjórnarandstöðu. Þá hafði sem sagt Gunnar heitinn Thoroddsen mynda meirihluta til að stofna ríkisstjórn sem hafði þá verið löng stjórnarkreppa, við getum sagt. Það voru kosningar í desember 1979 og hann mynda sína stjórn í febrúar 1980 og fékk til liðs við sig sem sagt Alþýðubandalag og Framsóknarflokk og auk þess þarna nokkra þingmenn úr Sjálfstæðisflokknum, þannig að þeir gátu myndað starfhæfan meirihluta. Og þannig þetta var mjög skrítin staða að Sjálfstæðisflokkurinn sem sagt eining var í stjórnarandstöðu og langflestir þingmennar svo sjálfsögðu formaðurinn Geir Hallgrímsson en varaformaðurinn var forsætisráðherra. Hvernig var stemmingin í flokknum? Já, hún var nú svolítið skrítin auðvitað. Þetta var auðvitað afleiðing af mjög harkalegum deilum milli manna og deilum forystuna og hverjir ætti að skipa forystuna og það auðvitað hafði áhrif í flokknum en þó var það eiginlega merkilegt hvað þau voru tiltölulega lítil. Formaðurinn Geir Hallgrímsson, hann lagði nú gríðarlega mikið upp úr því að reyna auðvitað að halda flokknum vel saman og það kom aldrei til tals til dæmis eins og hefði nú verið gert í nánast öllum stjórnmálaflokkum í Evrópu að víkja þessum mönnum úr flokknum og þeir til dæmis komu á landsfundi flokksins, þeir mættu náttúrulega ekki á þingflokksfundi en þeir voru svona þáttakendur í flokksstarfinu, sérstaklega þingmennirnir sem voru þarna sem voru utan á landi. Þú starfaðir með 4 formunum? 4 af 8, já. Já, einmitt. Og það þá Geir þegar þú byrjar, síðan Þorsteinn, Davíð og svo aftur Geir. Aftur Geir, já. Einmitt. Það Geirinn eldur þarna eiginlega. Akkurat. Og þú ert þá væntanlega nánasti samstarfsmaður forystunar? Já, það má nú örugglega segja það að það hafi minnst að kosti ekki gengið vel ef það hefði ekki verið gott samband. Af hverju fórstu aldrei sjálfur í framboð? Já, það nú góð spurning en ég gat nú eiginlega ekki eftir að prófkjör voru orðin eiginlega ráðandi þáttur í því að velja frambjóðendur. Þá gat ég eiginlega ekki hugsað mér það að fara að slást þannig við marga menn sem voru nú bara ágættir vinir mínir og kunningjar og yfirleitt bara einhvern veginn að slást á þeim vettvangi og það heillaði mig svo sem ekkert heldur neitt óskaplega mikið. Ég var ánægður í mínu starfi og það gekk nú bara alveg ljómandi vel sko. Á endanum var ég búinn að vera þarna þriðjunginn af starfstíma flokksins eins og það var þegar ég hætti. Ég held ég munið það rétt að það voru 20.000 í flokknum þegar ég byrjaði og 45.000 þegar ég hætti og það ekki, maður gæti alveg verið ánægður með þann árangur og nú og svo náttúrulega með með þessum aðstæðum sem voru á þessum starfstíma mínum að þá var flokkurinn nú í ríkisstjórn sko 23 ár af þessum 26. Já, vá. Og ég held að hann hafi haft forsætisráðuneytið í 21 ár af þessum 26 og þannig að það leiðir sjálfkrafa til þess að þegar maður búinn að vera svona lengi þá verður maður ansi náinn þessu öllu saman þannig að
það var fullnægði alveg áhuga mínum af stjórnmálaafskiptum og þau voru kannski svolítið öðruvísi heldur en ef maður hefði verið þingmaður eða ráðherra en þau voru auðvitað mjög umtalsverð. Þegar þú kemur inn 1980, þá ertu ráðinn framkvæmdastjóri. Eru þið þá tvö sem eru í því? Já, við vorum ráðin samtímis og saman, ég og Inga Jóna Þórðardóttir, sem að sjálfstæðismenn þekkja nú vel. Hún var nú lengi borgarfulltrúi í Reykjavík og hefur starfað á mjög mörgum vettvöngum í Sjálfstæðisflokknum og vildum svo til að við höfðum skömmu áður verið kjörin saman í miðstjórn flokksins, ekki saman en sem sagt á sama fundi sem unga fólkið. Það verður nú víst ekki sagt lengur okkur, en við höfum ákveðna verkaskiptingu og það var þannig að hún sinnti málefnastarfinu mest, fræðslu, útbreiðslumálum og öllu þess áttar og ég var frekar í þessum rekstrarlegu þáttum. Svo var hún ekki lengi því að hún varð aðstofamaður Ragnhildar Helgadóttur þegar að Sjálfstæðisflokkurinn fór í ríkisstjórn 1983 eftir kosningar þá var Ragnhildur menntamálaráðherra. Er það þá sem að ráðin framkvæmdastjóri þingflokks? Ég held að það sé akkurat það leyti, já. Og fer það málefnastarfi frekar yfir á þann starfsmann? Já, þá var það svolítið þannig. Já. Það voru nú málefnanefndir eins og eru starfandi ennþá, aðeins með öðruvísi sniði. Það voru ekki kjörnar, heldur svona valið fólk í það og hann starfaði með þeim framkvæmdastjóri þingflokksins og sérstaklega fyrir landsfundin náttúrulega og svo svona, já, við störfuðum náttúrulega bara mjög náið saman. Það var ágætt. Einmitt. Landsfundir. Hvað með lengi að skipuleggja landsfund? Já, það nú spurning, Já, ég hugsa svona vinna við að hafa nú farið fram alveg í hálft ár. Já. Og var gjarnan tekin svona formlega ákvörðun það að halda landsfund með einhverjum svoleiðis fresti, kannski 3-4 mánaða fresti. Landsfundurinn hefur verið í býsna föstum skorðum, Þetta voru náttúrulega mjög stóra samkomur og það voru kannski þarna á þessum tíma hjá mér, þá voru þarna kannski alveg upp undir 1500 fulltrúar sem hafðu seturétt og það var auðvitað mikill undirbúningur af málefnastarfi og það var líka mikill undirbúningur í flokksfélögunum við að kjósa fulltrúa og undirbúa sig undir það að mæta. Nú landsfundurinn tók eiginlega yfir 4 daga svona mestuleyti, þannig að þetta var margt sem að hægt var að tróða í dagskrána og það var bara mjög skemmtilegt og undirbúningur mjög skemmtilegur. Hann náttúrulega tók miklum breytingum undirbúningunni þegar ég bara byrja. Þá voru til dæmis allar ályktanir vélritaðar á stensla sem að þín kynslóð veit ekki einu sinni hvað og stensill svona blað sem að er af sérstöku tagi með útbúnaði og hann síðan settur í fjölritara sem að í eldgamla daga var nú bara snúið með sveif. Það svona þannig til dæmis sem andspyrnurhreyfingarnar í Evrópu notuðu í stríðinum til að prenta og þetta eiginlega eins konar svona miniatúr prentvél. En að þurfa að prenta sem sagt drög að ályktunum fyrir 1500 manns og sérðu til prenta breytingatillögur og dreifa þeim í fundarsalnum töluvert öðruvíseldur en núna þegar þetta bara á tölvuskjá og allt birtist jafnóðum á iPadinum þínum eða símanum og þannig að það eru tæknin breytt miklu í framkvæmd á svona samkomum. En kjarninn hlýtur náttúrulega alltaf að vera sá sami. Fólk að hittast, móta stefnu, skiptast á skoðunum, hitta gamla vini, hitta nýja vini, eignast nýja vini og auðvitað landsfundurinn svona fyrir flokkin hann auðvitað svolítið svona gunnfáni, hann svolítið svona baráttu fáni Og það náttúrulega engin stjórnmálaflokkur í Íslandi, ekki einu sinni nú þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi nú sem sagt dregist saman í fylgi eins og hann hefur gert, sem að getur með nokkrum hætti haldið svona samkomur Því að það er engin flokkur sem heldur
meira en 1000 manna flokksþing. Nú ekki svolítið svona opinberun þá 81 þegar að blaðamennum var í fyrsta skipti hleypt inn á fundin. Já, ég held að það hefði verið mikil opinberun, ekki síst fyrir þá blaðamenn sem voru þar. Já. Og raunar sumir þeirra höfðu nú oft haft orð á því við mig seinna sko, að þeim hafi nú að sumir leyti blöskrað þessi fundur sko. Og það var eitt sem skildu alls ekki mitt á fundur 1981 þar sem að þessi staða var nú að varaformaðurinn var forsætisráðherra og formaðurinn leiðtogi stjórnarandstöðunnar, að eiginlega allar ályktanir nema stjórnmálaályktanir voru samþykktar samhljóða. Sem sagt málefnalegi ágreiningurinn var ekki meiri, þetta snerist fyrst og fremst menn. Það var auðvitað mjög sorglegt í raun og veru að það skildi verða til þess að búa til þessa klofningsstöðu sem að þarna var og átti sjálfsagt þátt í því að ýta síðar undir aðra klofningsmenn eftir að menn voru búin að sjá þetta einu sinni, það nú eins og þarna, þá komið fordæmi. Einmitt. Það fólk kannski sammála það ekkert eitthvað ágreiningur í skattamálum eða neitt svoleiðis. Nei. Akkurat. Þannig að það var, og þá var nú, að þú nefnir nú fundin 81 sérstaklega, og að hann hafi verið opinn fyrir blaðamönnum sem var auðvitað heilmikil ákvörðun á þeim tíma þegar að svona fundir stjórnmálaflokka voru nú eiginlega hálfgerðir leynifundir og ekki talið gott kannski að blaðamenn væru þar, en við hugsuðum þetta alveg öfugt sko, við viljum einmitt hafa þetta svona opið til þess að grófusögurnar og legarnar verði ekki jafn miklar. Þarna voru allir fjölmiðlar, þarna var jafnt Morgunblaðið sem Þjóðviljinn og Ríkisútvarpið að sjálfsögðu, þannig að það var svona sagt miklu sannar frá fundinum. En þarna var náttúrulega boðið fram á móti formanni flokksins, það var kosið, það var Pálmi heitinn Jónsson, alþingismaður, bauð sig fram sem formaður og hann fekk nú einhver 200 atkvæði og Geir fekk tæplega 700 og þannig það voru næstum 1000 manns sem kusu. Hver manstu átakafundurinn sem þú manst eftir? Já, í sjálfu sér það náttúrulega þessi fundur, sko, 81, því að þar þessar línur svo skýrar og miklar. En það var náttúrulega oft verið orðið málefnaátök og svo náttúrulega fundurinn 91, það gerist eiginlega á 10 ára fresti, að þá var Davíð Oddsson í framboði og Þorsteinn Pálsson var formaður og Davíð var í framboði sem formaður, var að berjast fyrir því og það var náttúrulega gríðarlega mikill átakafundur hvað það snerti sko. Voru mikil átök í ekki málefnin. Nei, þetta var nú mjög seint sem að Davíð tilkynnti þetta framboð og það var nú ekki tilkynnt eiginlega fyrir, það var nú búið að kjósa til dæmis alla þingfulltrúana sko. Hann var varaformaður þarna á þessum tíma og ég man það mjög vel, það var einmitt svolítið athyglisvert svona eftir á hugsað sko. En það var þannig að það var ekki, hann tilkynnti ekki á fundinum. Það var auðvitað búin að vera það var ekki alltaf, það var nú sjaldan verið þannig að það hafi allir verið ánægðir með forystuna. Það nú eiginlega alveg nánast tilheyrir þessu viðfangsefni að vera leiðtogi Sjálfstæðisflokksins að það eru misjafnar skoðanir á þér. Og það var alveg á þessum tíma, það var við höfum nú farið úr ríkisstjórninni 1900, var forsætisráðherra 87 og sú stjórn lét nú af störfum 88 og við tók vinstristjórn og þetta hafði auðvitað haft svona áhrifin í flokkin, það var mikil óánægja með þau málalok, svoleiðis að það var auðvitað margt sem var þarna að gerast en að þú spyrir þessum átakafundi að þá auðvitað leita maður, það svo skrítið, maður horfir á átökin milli einstaklinga. Já. En það eru auðvitað oft búin að vera meiri háttar málefnaleg átök. Það var til dæmis verið og voru lengi á mörgum fundum og eru kannski enn átök til dæmis eins og fiskveiðistjórnarkerfið. Og það hafa verið mikil átök landbúnaðarmál. Og það er nú aðalega þessa tvo málaflokka sem eru auðvitað mjög mikilvægir málaflokkar. En maður man nú eiginlega ekki eftir til dæmis átökum utanríkismál eða varnar- og öryggismál og
og lítið og ekkert þessi svona hinn félagslega hluta, getum við sagt, stjórnmálana, svo heilbrigðismál og þess háttar sko. En þessi átök eru, og þá kem ég enn að fundinu þetta 91, að það samt þannig að þessum átökum svona þau eru mikil minni hluti, getum við sagt. Þau eru ekki það sem ríkjandi svona á svona fundi. Það verður alltaf, það má segja það að svona átök milli manna, þau hafa tilkningu til þess að ég vil nú ekki segja skemma fundina, alls ekki, vegna þess að auðvitað partur af fundunum að velja þessa fórustu og það eru auðvitað alveg glæsilegu partur af þeim. En það leiðir auðvitað til þess að mjög margir fundamenn kannski veita málefnastarfinu minni athygli heldur væri auðvitað áhugavert að það gerðu sko. Akkurat. Hvað svona með fiskveiðistjórnarkerfið? Já. Var mikil óeining það? Ekki kannski mjög mikil, en það var alveg mjög merkjanlegur og töluverður svona ágreiningur. En varðandi landbúnaðarmálin, hvað hefur svona helst þá verið? Já, það var nú aðalega verið að deila þá styrkjakerfi landbúnaðarins og innflutning á landbúnaðarafurðum og bændur hafa nú alltaf haft sterka stöðu í Sjálfstæðisflokknum og þeir auðvitað stóðu harðir á sínum málum en mér finnst nú að hafa orðið miklu meiri sátt það svona síðustu árin og svo koma nýju þættir núna eins og umræður matvæla öryggi og ýmsa hluti sem að eru auðvitað alveg sjálfsagt og rétt að taka tillit til. Akkurat. En já, einmitt, ekki verið mikil átök tengd utanríkismálum. Nei, engin. Nei. Nei, ekki. Akkurat. Og ekki tengt mönnum eiginlega heldur því að lengstan tíman hafa þessi forystumenn Sjálfstæðisflokksins verið kosnir nánast einróma sko. Já. Davíð fekk aldrei neitt mótframboð sem formaður eða neitt svoleiðis og fekk 7-8% atkvæðana. Akkurat. Og svo hefur það nú aðeins breyst eins og þekkir auðvitað að það hefur líka orðið ég orðað það svolítið sjálfsagðara að menn keppi þó að það sé formaður í starfi og ekki að hætta og út af fyrir sig það ekkert neitt hættumerki fyrir flokkin finnst mér. Það alltaf bara eftirsóknarvert að fá tækifæri til að endurnýja umboðið. Ég hef stundum sagt það sko þegar menn að hneykslast mikið á þessum miklu átökum sem aftur orðið unglingahreyfingunni þar sem eru gríðarlegu liðsafnaður og það eru kannski við 1000 manns að kjósa í kosningum í Heimdalli að átök í stjórnmálaflokkum séu stórkostlega vanmetin því að það svona auðvitað það sem algjör lognmódl að það nú yfirleitt kannski ekki alveg dæmi það að það sé mikill áhugi á því sem að gerast. En það sjálfst erfitt að finna einhverja þessa miðjulínu í því hvað nógu mikið og hvað ómikið sko. En sem framkvæmdastjóri, berðu þá ekki ábyrgð á starfinu bara allt land? Jú. Þetta náttúrulega svakalega umfangsmikið. Mikið vesen, já. Ekki þannig að það geti allstaðar verið, það geti verið almennt félag, kvenfélag, launþegafélag? Já. Og félag ungra manna. Og eldri, eða ekki? Jú. Akkurat. Og hvernig, svo hafa allir ákveðið marga fulltrúa á landsfundi? Já, og svo eru líka það þannig. Það fer eftir tvennu sem líka mjög skynsamlegt finnst mér. Annars vegar eftir fjölda í félögunum og svo eftir atkvæðafjölda flokksins í viðkomandi kjördæmi. Já. Þannig að þú ert þá að koma í veg fyrir það til dæmis að eitthvað hrun flokksins leiði til þess að landsfundurinn minnki eitthvað svakalega mikið. Þetta svona ákveðin jafnvægis kerfi sem en endurspeglar samt mjög vel bæði flokksmennina
sem að flokkurinn er náttúrulega byggður á og svo kjósendurna sem að flokkurinn er að sækjast eftir. Á þessum tíma voru, eða þegar þú ert að byrja allavega, Já. voru mun færri starfsmenni það ekki sem að vinna fyrir flokkin? Jú, það voru 8 manns í fullu starfi hérna í Valhöll og svo voru 2 sem að störfuðu einn hjá SÚS og annar hjá Landssambandi Sjálfstæðiskvenna. Og svo var framkvæmdastjóri þingflokksins og svo voru nú ráðherrarnir á sínum tími, með einn aðstoðamann. Núna taldist mér til, ég var að skoða þetta daginn, að það væru áfram 8 starfsmenn hérna á skrifstofu flokksins, svo væru 8 starfsmenn þingflokksins og svo eru 2 starfsmenn hjá hverjum ráðherra. Þannig að þetta eru nú, sýnist mér, 26 manns sem eru í fullu starfi í pólitík fyrir flokkin með einhverjum hætti. Já. Og eru ekki kjörnir fulltrúar, sko. Akkurat. Þannig að það er auðvitað mjög mikil breyting, sko. Hvernig var samskiptum við fjölmiðla háttað þegar þú byrjar? Já, þau voru nú svo sem alveg ágæt, sko. Það var nú meira kannski að fjölmiðlarnir sótt á okkur auðvitað þegar eitthvað fréttnæmt var að gerast. En þeir höfðu bara mjög góðan aðgang bæði að mér og öðrum. Ég var nú oftast svona í fyrirsvari fyrir það en hérna þar sem að snerti flokkinn þannig. Og ég átti mjög góðan trúnað auðvitað hérna hjá mörgum blaðamönnum og við höfum náttúrulega sérstakt samband við Morgunblaðið og hérna þar voru náttúrulega bæði margir blaðamenn sem voru þáttakendur í starfi Sjálfstæðisflokksins og ritstjórnir voru náttúrulega hérna flokksmenn. Er þetta þannig að þú og ritstjórnir voru bara þá í góðu sambandi eða hvernig? Já, ég var alltaf í mjög góðu sambandi við ritstjóra Morgunblaðsins. Einmitt. Er það raunar enn? Já, akkurat. En líka aðra miðla væntanlega? Já. Einmitt. En þú varst svona í fyrirsvari þá fyrir flokkin? Já, fyrir það sem snerti flokkin en formaðurinn náttúrulega fyrir stjórnmálapartinn sjálfsögðu. Akkurat, einmitt. Hvernig var með markaðsmál? Já, þau voru náttúrulega sjálfsagt öðruvísi, kannski heldur núna, ég þekki ekki hvernig það er núna en hérna þau voru nú svo sem ekkert óskaplega kannski til að hrósa sér af, sko. Það var hérna, ég taldi nú alltaf að eiginlega stærsta, getum við sagt, sko, svona markaðsmál Sjálfstæðisflokksins væri nú eiginlega landsfundirnir. Því þeir eru auðvitað mjög sérstakir og voru enn sérstakari heldur en jáfnvel núna þegar það er miklu fleira sem að er stærra og meira ábyrgandi í þjóðfélaginu heldur en var. Því að þetta náttúrulega hafði svo mikil, sko, hvað er þetta kallað í dag, ruðningsáhrif. Svona stór fundur með svona mörgu fólki og svo að vera með kannski 30 til 40.000 flokksmenn. Þeir voru auðvitað misvirkir en ég leit nú alltaf á þá sem sko stærstu markaðsmennina eða aðalmarkaðsmennina og svo voru auðvitað bara þingmenn og ráðherrar og þess áttar sem að voru þarna og svo var náttúrulega stefnan, sko. Stefnan er náttúrulega markaðstólið fyrst og fremst, getur við sagt. Og þú ert kannski meira að spyrja hvernig hún var þá kynnt eða komin á framfæri. Já. Henni var náttúrulega miðlað óskaplega mikið í gegnum, eins og ég segi, landsfundina og stefnuna sem var mörkuð þar. Og það var náttúrulega ekkert, það væri auðvitað fáránlegt að mér að segja það ekki eðlilega að þetta var Morgunblaðið og þess stefna sem að fylgdu þetta Sjálfstæðisflokknum að málum, þetta skipti það mjög miklu máli. Bæði það aðgengi sem flokkurinn hafði og þetta bara viðhorf ritstjórana og eigendana. Nú, að öðru leyti getum við nú sagt að hin blöðin, nema kannski Vísir sem var nú svona
getum við sagt auðvitað í svona málefnalega auðvitað hlindur mjög mörgu í Sjálfstæðisflokknum en hann var ekki með neinum hætti neitt flokksblað, ekki eftir að flokkurinn sem átta nú á tímabili hætti því. En bæði Þjóðviljinn og Tíminn, þeir náttúrulega voru fyrst og fremst að agnúast út í Sjálfstæðisflokkinn og Ríkisútvarpið náttúrulega gætti á þeim tíma mikillar hlutleysisstefnu eða óhlutdrægnisstefnu sem okkur finnst náttúrulega alltaf hafa skort eitthvað á en það er bara eins og það er. Það er farfællilegt að heyra það. Hefur það lengi verið svoleiðis? Að í dag finnst manni svona nokkuð afgerandi. Já, það hefur lengi verið svoleiðis en ég hygg nú að það hefur kannski fyrr á tímum stundum verið svolítið ýkt sko. Því að á þessum tíma þá er náttúrulega eru sko í útvarpsráði það eru bara alveg grjótharðir fulltrúar flokkana. Á sínum tíma sátu nú margir til dæmis ritstjórar dagblaðana í útvarpsráði. Það kynna þykja svolítið sérkennilegt í dag. en þannig að stjórnmálatengsl inn í Ríkisútvarpið voru mikil og menn voru alveg óhræddir við það að láta heyra í sér ef þeim fannst einhverju vera mismunað eða þess háttar. Sem framkvæmdastjóri, hefur það mikil áhrif á stefnuna? Ekki nema maður hafi verið eitthvað óskaplega óanægður með eitthvað sem var að gerast að þá voru auðvitað það var náttúrulega eitt af svona verkefnum til dæmis landsfundarins, það var skipuð sérstök nefnd þarna lengi sem hét samræmingarnefnd og verkefni hennar var auðvitað að eins og nafnið bendi til að gæta þess að ályktanirnar væru almennt í svona vikju nú ekki mjög mikið frá einhvern svona grundvallar stefnumiðum flokksins. Það væri ekki hægt að koma þarna og leggja undir sig eitthvað málefnastarf og gera einhverjar ályktanir sem að gengju þvert á þú veist, skattanefndin krefst skattalækkana en einhver önnur nefnd krefst gríðarlegra skattahækkana. Þú veist, þá var auðvitað reynt að hafa áhrif á þetta. Yfirleitt bara með samtali og samskiptum sko. En ég held að áhrif framkvæmdastjórans og stefnuna fara náttúrulega bara eftir áhuga hans að taka þátt í slíku starfi. En ég var nú stundum spurður það hvað ég gerði og ég átti alltaf jafn erfitt með að lýsa því sko. Stundum sagði ég gerði allt sem engin annað gerði í flokknum. En það er svona spurning hvernig maður á að lýsa því. En það var nú fyrst og fremst auðvitað starfið og það eru kannski mestu áhrifin á stefnuna maður getur orðað þannig. Það eru auðvitað í nánu samstarfi við flokksforystuna, formann og varaformann á sínum tíma og það ég held að það er nú alveg lykillinn að farsælu starfi framkvæmdastjóra sko. Og væntanlega mjög svona ríkt trúnaðarsamband. Já, mikið trúnaðarsamband og verður að vera og það Já, það til dæmis að því það kom nú fljótt svona í ljós að ég hygðist ekki sækja neitt fram, hvorki til sveitarstjórnar eða alþingis, að þá auðvitað voru menn svona, þeir eru enginn ótt af því að ég til dæmis væri að misnota flokkskerfið í einhverju framapoti fyrir sjálfa mig eða baráttu við aðra flokksfélaga og þá auðvitað myndast og eflist trúnaðarsambandið við mann sko. Men stóð enginn ógn af þér? Það stóð enginn ógn af mér, nei, ekki hvað það snerti. Akkurat. En þú tala mikið um samstarf við formann og varaformann. Hvernig er það með bara þingmenn almennt? Jú, ég hafði alltaf ágætt samband og samstarf við alla þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Það var auðvitað misjafnt, þetta fór auðvitað í gegnum svona Sjálfstæðisflokkurinn var og er byggður upp á miklu svona píramídaskipulagi þar sem að formaðurinn trónir bara eins og bara á brúðkaupstertu og síðan hríslast þetta niður svona æðakerfi flokksins og starfsskrifstofunar og þar með framkvæmdastjórans var náttúrulega óskaplega mikið fólkið í því að tryggja það að flokksblóðið rynni óhindrað í gegnum þetta æðakerfi flokksins. Hjartað slægi ört og títt
út og lungun skiluðu sínu súrefni inn í flokksæðarnar. Og þar eru þetta allir þessir aðilar í hlutverkum. Ég meina þingmennirnir eru í miklu sambandi í sínum kjördæmum við sitt flokksfólk og ef maður fann að það var einhver skortur á því, þá gat maður eitthvað reynt að beita sér fyrir því að það væri lagfært. En það var nú sem betur fyrir ekki mikið það. Og alls ekki eftir að prófkjörin komur svona mikið til sögunar, því að þá var það náttúrulega mikið mál fyrir þá að halda þetta sterku og góðu sambandi við sína væntanlegu kjósendur bæði í prófkjörum og kosningunum sjálfum. En þannig að prófkjörin líka, þau hafa haft og höfðu sérstaklega áður mjög mikil áhrif til dæmis á það að efla flokksstarfið og fjölga flokksmönnum. En þetta var þetta var ágætt. Framkvæmdastjórinn sat nú þingflokksfundi og gat þannig auðvitað verið í nánu sambandi við þingmenn og vissi þá alltaf hvað var að gerast á þinginu og hvað var væntanlegt og svona, og það var mjög mikilvægt og ég reyndi nú svona að gera það þokkalega. Mættirðu samviskusamlega á þingflokksfundi? Já, nokkuð samviskusamlega, já. Þú talaðir áðan það að svona prófkjörin hefði ekki endilega verið ofan á strax. Hvaða aðferðir voru notaðar til að velja inn á lista fram að því? Já, það voru náttúrulega bara uppstytningar. Kjördæmisráðin, það var og er kjördæmisráð sem kallaðir í hverju kjördæmi og síðan eru undir stofnanir þess sem sagt fulltrúaráð í einstökum sveitarfélögum og svo félögin. Og það voru þá kostnar uppstytningarnefndir á kjördæmisráðsþingunum og þær bara völdu frambjóðendur. Alveg allan listan, ekki? Já, allan listan, já. Og kjördæmisráðin héldu svo fund og samþykktu listan. Einmitt. En væntanlega svipuð áhrif af prófkjörum eins og átökum í ungliðarhreyfingunni og svoleiðis að það kemur fólk, fullt af fólki. Akkurat. Og það skýrir til dæmis alveg örugglega þessa tölu þarna 2006 45.000 flokksmenn á skrá, Vá, það er rosalega tala. Það er há tala, já. Hvað er svona eftirminnilegast? Úr starfinu? Já. Ætli það sé ekki bara þegar ég byrjaði og þegar ég hætti? Já. Það sé eftirminnilegast, hvort með sínum hætti. Já. Hvernig var það? Ég var nú bara 28 ára þegar ég byrjaði og það var auðvitað okkur Ingu Jónu var sýnt mikið traust og maður vildi náttúrulega standa undir því og reyndi það eftir bestu getu og þegar maður leit svo yfir farin veg þarna 26 ára setna þá var maður bara býsna ánægður með það bú sem var skilað og ég myndi bara segja það að þetta hefði verið eftirminnilegustu augnablikin. Það var með vissum ótta sem maður byrjaði og svona steig mjög laust til jarðar á öllum sviðum en svo þegar maður var náttúrulega búin að vera svona starfa með helmingi af formönnum flokksins á þeim tíma og vera svona óskaplega lengi ég á ekki von á því að það verði eiginlega leikið eftir en aldrei skildi maður spá neinu framtíðina en þá var auðvitað leit maður tilbaka með auðvitað ákveðnu söknuði og vegna þess að þetta hafði svona í stórum dráttum gengið allt svo vel og sér nú bara sem tölun sem ég nefndi áðan að vera 21 ára sem 26 með forsætisráðherra sem lykil dæmi fyrir stjórnmálaflokk, það er bara það sem allir eru að reyna og eiga að reyna. Akkurat. Og ég man það, ég sagði nú einhvern tíma við formennina einhvern sem var að byrja, ég man ekki hver það var hvort það var Davíð sem var nú manna lengst formaður og var nú lengst allra forsætisráðherra í landinu að þegar ég sýndi honum skrifstofuna formannsins í Valhöll sem hann hafði náttúrulega sjálfsögðu komið í hér er nú skrifstofan þín, kæri formaður en hér átt þú ekkert að vera. Nei, akkurat. Og hann stóð nú svo sannarlega við það en það er sem sagt það er svona lýsti þeirri afstöðum hans að þetta væri auðvitað höfuðmarkmið flokksins að leiða ríkisstjórnin og koma stefnunni þannig til framkvæmda
og ég gat ekki sagt annað þegar ég hætti heldur en að þó að það hafi ekki verið mitt verk með einum hætti að þá hafi flokknum tekist það vel og það var ánægjulegt að hafa verið partur af því og já, það var bara mjög skemmtilegt. Ég get ekki rifjað upp svona alveg neitt tiltekið atvik, þau eru svo mörg sem eru svo eftirminnileg og skemmtileg en ég held mig við þetta svar að það hafi verið þannig sko. Akkurat. Það er eiginlega eins og með fæðing og dauða sko. Já. Það er fæðingin er mjög eftirminnileg sko og dauðanum mann maður lítið eftir sjálfur en aðrir muna kannski eftir honum. En var ekki erfitt að slíta sig frá? Jú, og það hefur náttúrulega ekkert tekist sko. Nei, ég skil ekki. Það er eins og þegar þetta viðtalið tekið þegar eru forsetakosningar að þá eiginlega klæja mann í fingurnar að vera eitthvað staðar að eiga við svona kosningar sko. Hvers saknar þá mest nákvæmlega? Ég hugsa nú að maður saknar nú mest þessar nálagðar við sem sagt við getum sagt forystuna í landinu og forystu stjórnmálalífsins í landinu og svo náttúrulega ég var nú óskaplega ánægður með fólk sem vann með mér í Valhöll sem var allt alveg frábært og yndislegt fólk og það var náttúrulega endaði nú með því að langflestir sem að unnu með mér voru kannski 10-15 ár hver og ennþá lengur jafnvel og það er auðvitað þar byggðist upp auðvitað mikil traust og mikil starfsánægja og ég auðvitað sakna þess fólks. Þegar þú byrjar í Valhöll, hvernig bara eins og með tækni og svoleiðis? Fyrsti hluturinn sem að ég keypti fyrir skrifstofuna voru kúluritvélar, svokallaðar. Okay. Og ég veit ekki hvort að fólk sem horfir á þetta veit hvað það er en það er sem sagt ritvél sem er ekki með þessum hefðbundnu lyklum, það sem er vikill fyrir hvert staf heldur kúla, hnöttur sem snýst óskaplega hratt fyrir rafmagni og jók mjög afköst til það sem að voru að vélrita og skrifa þá þurfti náttúrulega að gera það við öll skjöl en síðan var maður nú mjög fljótur til leið og voru komnar tölvur ég reyndi alltaf að hafa alveg skrifstofubúnað í fremstu röð því að þetta var svo mikið svoleiðis störf sko að allt sem gat aukið hraðan og þar með afköst hvers manns var þetta mjög mikilvægt. En já þegar þú spyrðu þetta þá rifjast nú upp fyrir mér alveg svolítið fyndinn hlutur að það var til dæmis ekki leyfilegt á þessum tíma að eiga síma með endurvali á síðasta hringdu númeri. Okay. Og við létum smygla svona símum frá Ameríku og fengum einhverja símvirkja vini okkar til þess að tengja þá fyrir okkur. Og það kannski segir svolítið það hvað margir hlutir hafa breyst. Nú er síminn náttúrulega bara, hann er náttúrulega bara á leikskóla sko og engum dettur í huga það megi ekki hafa snúru í heimasímanum um 1,5 meter sko. Og svona hluti sko, þetta er eitthvað sem menn átta sig ekkert á sko, hvernig það hefur verið en þetta eru svona bara í dag auðvitað kátleg dæmi. Mátti snúran í alveg ekki vera lengri? Nei. Og þetta var 150 fyrir ES? Já, sjálfsögðu, já, við ákváðum þetta. Já. Síminn eins góður og hann nú var, hann var mjög merkilegt fyrirtæki og en meðan hann var svona einokunar fyrirtæki þá var hann mjög vandaður og símakerfin voru mjög vönduð og síminn virkaði mjög vel og allt það sko. En það voru ýmsar svona sérkennilega reglur, skulum við segja. Sko. Já, ok. En talandi sérkennilega reglur, þá dettur mér nú annað í hug sem að var líka mjög minnistætt í starfinu. Það er sko þarna 1985 er það ekki eða 86 þegar að var verkfall, þegar að BSRB var í verkfalli og það var líka verkfall prentara og já, kannski prentara frekar en blaðamanna
og starfsmenn Ríkisútvarpsins ákvaðu að hætta vinnu, líka hætta allri þjónustu hjá útvarpinu, þannig að maður bara satt þarna með útvarpstæki í gangi og svo bara þagnaði allt í einu sko. Og það náttúrulega var mjög skrítið, það kom engin blöð út og það var ekkert útvarp. Jú, það var hægt að hlusta á erlendar útvarpsstöðvar en þær sögðu nú ekki mikið fyrir innlendum atburðum og þetta var auðvitað mjög erfiðu tími þegar voru svona logandi verkföll og vinnudeilur. Þannig að við ákváðum það þarna saman einhverjir nokkrir að stofna útvarpsstöð og síðan ákváðu það nú margir fleiri og voru margar stöðvar starfandi um landið. En ég var svo hissa á því, ég kunni náttúrulega ekki í tæknimálum og kann lítið ennþá, en það voru menn hér sem að kunnu heilmikið á þetta og ég var svo hissa á því hvað var auðvelt að setja upp útvarpsstöð. Þessi tæki voru öll til og þetta var bara ekkert mál. Þetta tók okkur 1,5 sólarhring að búa til útvarpsstöð. Og fyrst var hún nú rekin í bíl og við vissum það náttúrulega, það myndi einhverju telja þetta ólöglegt. En við töldum nú og teljum enn að sko mannréttindaákvæðin í stjórnarskránni á þessum tíma fundarfrelsisákvæðið og prentfrelsisákvæðið. Þau náttúrulega mótuðu stefnu stjórnarskrárgjafans miðlunarfrelsi. Við töpuðum nú því í málaferlum í Hæstarétti en gott og vel, þetta var okkar skoðun. Og við gerðum þetta og þetta var náttúrulega mjög eftirminnilegur atburður. Þetta voru nú menn sem tengdust mjög Sjálfstæðisflokknum sem að stóða þessu, þar á meðal ég sjálfur. Og þessar útvarpsstöðvar störfuðu í nokkurn tíma, kannski viku, 10 daga, þangað til að lögreglan lokaði þeim og þetta var svolítið hasardera. Það voru sko starfsmenn Pósts og Síma voru að miða út stöðvarnar, hvaða útsettingarnar væru og svona. Og þetta hljómar náttúrulega alveg svakalega skrítið þegar að eins og við sitjum og það bara 2 litlar vélar gætu verið símarnir okkar sem væru bara útvarpað þess og menn getur bara horft á þetta og hlusta á þetta í Kuala Lumpur og Buenos Aires og svona sko. En það var ekki því að heilsa þá. En voru það okkur lög sem bara bönnuðu sérstaklega? Þá Ríkisútvarpið hafði bara einkarétt til útsendinga útvarps og sjónvarps. Svo var nú þessum lögum. Það hafi verið 85? 85, já. Það er ekki lengra síðan? Nei, það er ekki lengra síðan. En þá var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn mjög harðskeyttur í því að breyta þessu. Já. Og það var ákveðið að þingið yrði ekki slitið fyrir að væri búið að samþykkja ný útvarpslög. Já. Og þau voru samþykkt og þar voru sem sagt opnaðar fyrir þessar heimildir að það voru gefin út útvarpsleyfi og þú þarft að uppfylla eitthvað tiltekin skilyrði vegna þeirra sem eru nú ekki mikil eða ströng og svona sennilega í virðingaskyni við mig fyrir það að hafa staðið þessu frjálsa útvarpi að þá var ég kjörinn sko af þinginu formaður útvarpsréttarnefndar sem að veitti leyfin og ég var í því starfi í svona 10 ár sko og það var mjög gaman. Þetta var mjög eftirminnilegt og það tengdist ekki beint starfin í Sjálfstæðisflokknum. En þetta var náttúrulega mikil barátta fyrir tjáningarfrelsi og fyrir því að afnema staðnaða og úr sér gengna löggjöf. Akkurat. En hvar var þá andstaðan við því? Þú segir að þið... Já, það var alveg ótrúlega andstaða. Ég hef nú ekki farið að nefna neinn nöfn í því sambandi en það voru alveg, í mínum huga alveg furðulegir einstaklingar sem að voru á móti þessu. Og ég veit nú ekki hvort að þeir eru nú ennþá á móti þessu en það var sem sagt, það var alveg hörð deil þetta í þinginu. Já. Svo finnst maður þetta svo sjálfsagt í dag. Já, það er allir með nánast sitt eigið útvarp eða sín eigin sjónvarpsstöð bara í vasanum gegnum síman. Akkurat. Svo sá maður það síðar í alls konar kosningabaráttum, til dæmis núna upp á síðkastið að það er verið að senda út svona fundi og þá er það kannski bara sími á þrífæti eða bara stillt upp á borð við bók sem er nægilegt. Sko. Akkurat.
og það náttúrulega svo að tæknin, hún auðvitað riður oft í burtu svona fáránlegum hindrunum, sko. En það auðvitað leita til þess þurfa að koma, eins og í þessu þarna máli, þá var þetta auðvitað búið að flytja frumvörp þetta oft. Ég man að Guðmundur Heiting Garðarsson, sem var nú lengi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann hafði nú held ég lagt fram fyrsta frumvarpið, sjálfsagt sko 20 árum áður heldur en að lögunum var breytt. Já. En það var alltaf svona mikil andstaða í þinginu hjá auðvitað þessum afturhaldsflokkum sem við töldum og teljum vera að mörgu leyti en þá. Hvað þýðir eiginlega stétt með stétt? Það er náttúrulega eitt af grunnatriðunum í stefnu Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega flokkur samvinnu, þó hann sé ekki samvinnuflokkur, en hann er flokkur samvinnu, sameiningar og þátttöku allra. Þannig hann auðvitað sér lífið og þjóðfélagið og efnahagslífið þannig fyrir sér að það eru allir þáttakendur í því og það eru allir að vinna að sama marki. Það getur engin án annars verið og þess vegna vill Sjálfstæðisflokkurinn ekki efna til stétta átaka sem að eru unnin á einhverjum svona pólitískum grundvelli. Hann telur að stéttirnar auðvitað, eða fólkið í landinu þurfa auðvitað að starfa saman. Það hafi sameiginlegt markmiðið að gera lífið á Íslandi betra, að tryggja það að allir njóti frambærilegra og helst góðra lífskjara og við erum þeirra skoðunar og samfæringar að það verði ekki gert nema að menn snúi bökum saman, nema menn hafi sameiginlegt átak. Það sé ekki gert með því að egna þjóðfélagshópa hverja upp á móti öðrum. Það leiðir bara til glundroða og sundrungar og óvildar og óanægju meðal manna. Þetta er nú svona held ég kjarnin í því að skýra orðið stétt með stétt. Hver er svona þín hugsjón? Hvað drífur þig áfram? Já, ég held eiginlega þetta sem að ég var að lýsa. Ég byrjaði nú mjög ungur, bara á bassaldri að þvælast á okkur kosningarskrifstofum og ég var snemma mjög hugfanginn af þessari stefnu og þessum hugsjónum og náttúrulega líka af frjálshyggju hugmyndunum sem að auðvitað byggjast á þessu að athafnafrelsi manna sé aðeins skert af samskonar athafnafrelsi næsta manns og það að hafa frjálst efnahagslíf og að fólk geti notið sín þar sem að það hefur möguleika til og það sé menn geti beint farið eftir áhugamálum sínum í hverja þátt sem að þeir vilja, menn geti sóst eftir menntun og framförum fyrir sjálfan sig á hverju því sviði sem að þeir vilja og þetta er náttúrulega, þetta hlýtur að verður að grundvallast á auðvitað frjálsu athafnalífi og frelsi fyrst og fremst og frelsið er náttúrulega svo mikilvægt. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að sumstaðar þarf kannski eitthvað að stýra því eða setja því skorður og mér finnst auðvitað megin skorðan vera svo að frelsi eins sé ekki ágengt gagnvart frelsi annara. Auðvitað verður samkeppni og hún er sjálfsögð, en þar tel ég nú að þurfa að vera ákveðna skorður því að ég vil ekki, þó að það sé oft sagt að Ísland sé svo lítið og fámennt land að það sé alveg hneyksli að hafa kannski mörg fyrirtæki í sömu grein. Það er náttúrulega alls ekki rétt, sko. Það þarf náttúrulega að setja alveg mjög strangar skorður við því að það verði ekki eitthvað svona auðræði í landinu, sko. Það er ekki gott fyrir nokkurn mann, sko. Því að það er auðvitað þannig sem það er í kommunistaríkjónum og einræðisríkjónum að þar er auðvitað sterk samstaða milli atvinnulífs og stjórnmála og þar ríkir auðvitað ekki frelsi með neinum hætti. Fólk er kúgað og það er bæði kúgað af stjórnvöldum með pólitískum hætti og svo með efnahagslegum hætti sem er náttúrulega kannski öflugasta kúgunarvaldið. Það er lítil stjórnarandstaða þar sem að enginn getur leitað sér að vinnu nema hjá ríkinu. Þú talaðir áðan að það hefði stundum verið kannski
átök á landsfundum varandi fiskveiðistjórnarkerfið, landbúnað. Til dæmis með landbúnaðinn, þegar að kannski það er einhver ákveðin mál sem að skarast á við hugmyndafræðin í grunninn. Hvernig hefur það verið leyst? Já, það hefur náttúrulega bara oftast verið leyst með löngu og góðu samtali, en að þú nefnir landbúnaðinn sérstaklega, þá hefur það líka verið stefna Sjálfstæðisflokksins og menn hafa kannski verið misjafnlega áhyggjufullir út af því eins og til dæmis hvað alveg frjáls innflutningur og öllum landbúnaðarafurðum myndi þýða fyrir landbúnaðinn í landinu. Og við höfum náttúrulega verið þeirra skoðunar að það væri gott og heppilegt að hafa landbúnað. Og þess vegna þurfa menn kannski að gera einhverjar svona málamiðlanir í því. En þær felast náttúrulega líka í því, eins og þú eru örugglega tekið eftir, að það er auðvitað búið að gjörbreyta stefnun í landbúnaðarmálum frá því sem hún var til dæmis á þeim tíma sem að það var bara símasnúra sem var 1,5 metri, sko. Og það eru allt auðvitað niðurstöður af einhverjum svona einhverjum samtölum og því að leysa mál í sátt, en auðvitað skiptir það alveg máli, þú veist, að báðum megin séu öflugir talsmenn, sko. Því að þannig verður sáttin til, það eru einhverjir sem er að sætta. Akkurat. Og mér finnst það bara vera, það er náttúrulega eitt af grunneðlum Sjálfstæðisflokksins, sem maður getur talað eðli stjórnmálaflokks, að leita slíkra sátta, og við höfum náttúrulega alltaf talið að Sjálfstæðisflokkurinn væri nú sterkast og öflugasta sáttaflið í landinu. En það er vissulega rétt að það eru oft gerðar málamiðlanir sem að kannski þeim sem að eru nú svona hreintrúaðistir á frelsið líkar ekki. Og það er bara nauðsynlegt að þeir þagna ekki. Þeir með ekki gera það, þeir eiga að halda áfram að halda mann við efnið, sko. Á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum, sko. En það er til dæmis oft talað það sem að ég man nú frá mörgum fundum, nauðsyn þess að halda öllu landin í byggð. Akkurat. Og þá verðum við svolítið að velta því fyrir okkur við hvaða tíma erum við að miða. Erum við að tala eins og það var árið 1800, 1850, 1900 eða bara 1960. Þetta náttúrulega þetta eru mörg mismunandi lönd með vissum hætti sem við erum að tala sko. Að því að þetta hefur atvinnuþróunin, þróunin í tækninni og alls konar möguleikum hefur náttúrulega breytt svo miklu. Landbúnaður í dag er náttúrulega ekkert svipaður því sem hann var til dæmis þegar ég var í sveit. Ég var í sveit þegar var verið að hirða heyið með því að raka því upp í garða og svo þurfti maður að raka dreifina eftir múavélina og það var sett á heivagn og flutt inn í hlöðu og stungið með heykvíslum í það og mokað þannig inn. Núna kannski eru fyrirtæki sem eru fann að sinna því að slá tún og þau bara koma og þeir klára kannski öll tún á stóru bíli á 2 dögum. Binda þau í bagga eða rúllur og klára þetta. Þetta er auðvitað allt annar heimur sko. Og við verðum að miða það við þessar, við verðum alltaf eins og flokkurinn sko, hann verður auðvitað alltaf að vera tilbúin til þess að bæði að vera breytingaaflið og að fylgja breytingunum eftir og að sætta menn við þar. Stundum eru breytingarnar auðvitað þannig að þær geta valdið vissu ósætti og við verðum þá að gera eitthvað til þess að koma móts við þá aðila. Því að við erum náttúrulega líka mannúðarflokkur, við viljum ekki fara fram með einhverju offorsi, hvorki gegn einum landshlutum, stéttum eða atvinnugreinum. Akkurat. Þetta eru mjög góð lokaorð. Jæja, ok. Takk kærlega fyrir þetta. Bara sérstaklega ánægjulegt. Við höldum áfram að fá til eitthvað gesti í næstu þáttum, þar sem fjalla verður 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og hvernig hún er samofin sögu lýðveldisins. Alla þættina má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum, YouTube og heimasíðu flokksins xd.is. Fylgist þið með og verið sæl.